Þessi strákar kalla sig Úlfur. Hér með lagið Sofðu vel. Klukkan orðin 4 á þessum miðvikudegi og FM 95 Blö heilsar ykkur í glampandi sól. Ég held að það sé núna bara allstaðar í landi. Þetta ekki lengur bara á norðurlandinu og austurlandinu. Heldur erum við hér í höfuborginni byrjuð að fá glampandi sól og talandi glampandi sól, það alltaf sólskinni á þessum manni. Hann einn af þeim sem alltaf glaður, hann heitir Pétur Jón Sigfússon, verður velkominn. We get the sunshine and the shining in the leaders. Já. We get the sun is shining in the sky and the leaders in the ground and the sun is shining on the leaders. Akkurat eins og heyrið, það alltaf sólskinni í þessum manni. Já, það alltaf sól. Komið sæl, Pétur Jón Sigfússon. Já, Hásari. Þú ert býrn á hás og það góð ástæði fyrir þig. Já. Það nýr dagskrárliður sem að lítið dagsins ljós hér í dag. Já, fórnast hérna fyrir FM Blö. Já, eina vonda við að það að gera það svona fyrir þátt, þá ertu hás í þættinum. Er möguleik að gera þetta alltaf eftir þátt? Hæ? Er möguleik að gera þetta eftir þátt? Það taka upp rekin eftir þáttinn? Já. Já, bara fyrir okkur tvo þá? Já. Nei, það væri erfiðara. En við getum gert það þannig, sko, tekið þetta upp eftir þátt á eftir. Spila þetta í næsta þætti. Hæ? Við getum tekið þetta upp, sko, tekið upp hrekki núna þegar við erum búin að vinna kl. 6. Já. Spila það bara í þættinum eftir vik. Já. En við erum að ræða hér nýjan dagskrárlið sem að þið heyrið það eftir kæru hlustendur en þá er það svona raskja sig, eins og það kallast víst. Já, þetta reyndi á raddböndin. Þetta er í rauninni bara... Þetta er vitleysna en skemmtilegt. 5 brandari. Já, ég hefði mjög gaman að þessu. Það er að ræskja sig, skilu. Ég er ekki að segja neitt. Bara... Ég sprakk úr hlátri, þannig að ég get lofaði því að ef ég hlæg, þá hlægja hlustendur. Það er oftast þannig. Það er oftast þannig. Ég og hlustendur eru mjög sammála. You like this. Þegar það kemur að comedy. Wow, and close to people. Like close. You, Mr. Blanda, are so close to people. Já, mjög close to people. Because you are people's man. Akkurat. You love people, you understand people, and you are people yourself. You are Mr. Blanda from South Cracker. I am people. Yes, you are people. Já, akkurat. So that's why you understand the people. Akkurat. That's so great about you, Mr. Blanda. Já, takk. People, I can tell you one thing. I can tell you one thing. People love you. Já, einmitt. I understand people too. Já, akkurat. What? You don't believe me? Heyrðist Tongur að mættur hérna en... No, this is not a Tong. I'm his Þú er bara father. sakna Tongsamt. No, Veistu hvað I'm eðilega Tong? Auglýsingarna með honum. The power advertising. Já, þá vissu allir hver Tong var. Við höfum ekki getað verið með Tong hérna í FM 95 Blöð bara í marga mánuði. Þetta er sonur hans, sem að fór til, sem að fer til drillsat. Hvað heitir sonu Tong? Hvað er það að gera? Manstu sem ég gerði fyrir ykkur sveppan. Það var... Já. Son! Það er drillstartjendið var með þessu litla gutta. Já, ég held að... Neittinn og hótar það mikið. Já, við skulum bara sleppa að fara með það í útvarpi. Nei, ekki það. Fjölskyldu þáttur. Já, þetta er family show. Þetta er family show. En við erum með frábæra þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Berða ræst nýr dagskrárliður sem að ég veit ekki eins og hvað heitir. Svo er karaoke-keppnin á sínum stað eftir góða pásu. Já. Ætlum við Pétur Jón að keppa í karaoke, við höfum ekki gert það í marga vikur. Ég reyndar ekkert að fara að keppa við þig í karaoke. Nú? Nei, það er bara misskilningur þig allir mín. Jæja. Þú ert búinn að rúlla yfir mig hér í brandarakeppninu, fórsikasti? Já, en þú hefur alltaf verið heitar nýja í karaokeinu samt, sko. Já, ég samt er þann típa að ég vil ekki gefa stöf, sko. Nei, brandarakeppninni? Já. Við getum bara tekið bæði. Bæði? Það er að falla við hennar þátt. Hendur jafnvel í bæði. Ég til, já. Brandarakeppni og karaoke-keppni. Svo erum við með sturla staðrindira og sínum stað og bara fasta liði því þekki þetta kæru hlustendur. Vonandi hafið það sem allra best í sólinni og vonandi nú bara einhver að hlusta á okkur. Þeir eru kannski bara allir út í sólbæðið í sundið. Ég er alveg svo leiður á þessari sól. Já, er það ekki? Hvernig hefur rigning? Ákveður ekki bara verið inni núna og hlusta á FM 95 Blöð? Já, ég segi það maður. Það eru reyndar einhverjir snillingar að núti sem eru núna bara í vinnu. Hafa ekkert betra en að gera en að hlusta á okkur. Nei, ég vona allavega. Byrjum þetta á... Ég er í alvegni Miley Cyrus. Í óskastöðu fyrir mig, þá var ég til í bara 8 stiga hita aftur og rigningu. Já, það var... Kæla sig niður aðeins. Það var svo þægilegt eitthvað. Já, ég nenni þessi. Er þér orðið of heitt? Allur náttúrulega sveitur undir höndunum og sveitur á raskatinu, ég nenni þessu. Þú þarft ekki mikið til að svitna eða? Nei, reyndar ekki. Ertu sveittur núna? Já, kósveitur. Hér hjá FM 95 Blöð, það er fantan fýtt miðvikudagur veg. Ég heiti Pétur Jón Sigfússon, sitt hér með Auðunni Blöndal. Auðun Blöndal er náttúrulega stjórnandi þáttarins. Hann er ekki bara stjórnandi þáttarins. Þátturinn heitir í höfuðið á honum og ekki nóg með það. Hann er með sérstakar slúðurpakka hér, slúðurdeild. Hann er með slúðurhotn. Hann sér það sjálfur, hann les það sjálfur, hann finnur slúðrið sjálfur. Hann er mættur
Auðun Blöndal Kristjánsson gefið honum gott hljóð. Takk hérlega fyrir það, Pétur. Og við þökkum Miley Cyrus fyrir fallega tóna þarna. Og sveinu það, þetta endur alveg ágætis lag hjá Miley Cyrus. Gjörsamlega frábært lag. Já, og það á vel við hæfi að hún hafi átt síðasta lag því að ég ætla að byrja á henni í slúðrunu. En hún var að láta vin okkar Justin Bieber heyra það daginn. Þarna eru 2 krakkar sem eiga allt of mikið af pening og fá alltaf mikla athygli. En Miley Cyrus hefur nú svona höndlað aðeins betur en Justin Bieber greið. Og var Miley Cyrus að segja Justin Bieber að lay low eða bara svona hafa aðeins hægt sig. Já. Hann búinn að vera að pissa í einhverja skúringafötur og hrækja og ljósmyndar og eitthvað. Og hún sagði að meðan þú ert að semja góða tónlist að þá elskaði allir. En svo þegar þú ert bara að chilla með vinniðinum og hafa gaman að þá byrjar fólk að hata þig. Og svo kom hún með alveg ágætis punktinn á Miley. Já, nú ert þú svona nettur sálfræðingur, Pétur. Og ég verði að vera pínu sammála Miley hérna. Ef einhver annar 19 ára tappi, maður sjá 3 af 19 ára. Jú, drefleðilegur maður. Hérna. Og þú hefur verið með vinninum að einhverju fyllir segjum bara þjóðut í Eyjum eða kannski á Hall og Akureyri eða eitthvað svona vestló og þú farið að pissa einhver staðar og sér einhverja fötu og pissar í fötuna þú veist, vinninum myndur alveg hlæja og þeir myndur alveg hlæja þess að væri bara fullir og svo myndur hlaupa út þetta er bara það sem gerðist með Justin Bieber nema það náðist á vídeo og hann lítur út eins og ofdegraði krakki það verður allt vitlaust þannig að það má ekki gleyma að þetta er bara ennþá úllingur Ég hef nú pissað inn bréfalú Hefurðu? Hvað varst það gammal þá? Ég var á leiðinni heima að djamminu bara En það nú ennum það Var það hjá einhverjum sem þú þekktir það? Nei Það var í svona flitti maður Ég hef verið svona 17-18 ára gammal Ok, það sér það Klikkar Og sérðu í dag, þá ertu nú bara einn elskulegasti maður þjóðarinnar Þannig að kannski verið Justin Bieber orðin bara svona bangs eins og þú þegar hann var eldri Þetta var alveg, ég skammaðist mig, döðskammaðist mig þegar ég kom heim Ég ætla að vona það, hvað, piss ekki og Já, við skulum ekki ræða þetta tekur ekki talið Svo er það Penelope Cruz Hún var eignast sitt annað barn á dögunum en það fór lítið fyrir því að hún var að eignast litla stúlku og það fór lítið fyrir því að hún átti sama dag og Kate Middleton þannig að breska pressan og bara heimspressan var meira að fylgjast með nýja prinsinum í Breitlandi heldur en nýja barni Penelope Cruz og hún er mjög ánægð með það, segir hún. Fekk bara að gera þetta í friði. Það voru allir paparazziarnir í Englandi. Hún hefur alltaf farið svolítið í töðanar á mig, súmanneski. Penelope, ákveður. Því hún vildi ekki rassamyndina með Já, alveg rétt, við hittir hana maður. Þú hittir hana, ég var ekki með. Nei, varst þú, ég ætlaði að gefa henni mynda þér að svona lást á gærunni. Já, við höfum svaka mikið fyrir þessu, þú varst að fara og þú og Hugi fóru bara tveit á kvikmyndahátíðinni í Cannes. Já. Það var svo dýrt til budget fyrir mig og Sveppa. Nei, nákvæmlega. Eitthvað svo leiðis og þið fóru fyrir nema hvað. Og við fórum og létum taka mynd af mér allsberum á svona sauða gæru. Já. Mjög sexy mynd. Já, gett flott mynd maður Þú varst upp á þetta besta þá Við létum rammana inn og allt Þú réttir henni myndina Hún tók myndin af þér og sagði no thank you Já, og lét mig hafa hann aftur Og bætti svo við og sagði tell him to shave his ass Já Þegar hann að raka á sér raskat Og líka tókst eftir Það er gælum Þegar ég réttir henni myndina þar sem þú lást nakin á gæru Sástu þegar hún sagði no thank you, þá var hún basically að segja að djöfisins viðbjöður. Já, ég sá það. Ég horfði á þetta margótt. Endalaust, ég var brjálað. No thank you. Það er aðsar geit. Já, það er ok. Ég skil okkur hún fyrir töðnaröð núna. En hún var rosalega indælsamt að tala við hana. Já, ég heit ekki mennesku. Ég er ekki mikið álitað þessari mennesku. Nei, ég er ekki þess að. Hún leitir enda líka út bara eins og Barbie-dúka. Það er svo fínar eitthvað þessar leikons. Ógíslega. Ég er að djóka maður. En maður kemur ekki svona á sumarfrí. Þetta var djók, þetta var grín. Ógeðslegt. Ég tek þetta aftur maður, þetta var bara, heyrðu, ég hljópa á mig maður. Hvað get ég að þessu gert? Ég er nýkomin á sumarfrí, maður er allur einhvern veginn. Ég veit það, maður er svo gráður eitthvað. Já, þarna sagði það. Það er svo gaman í útvarpinu. Svo ætla ég að enda slúðrið á ríkustu sem sagt svona Hollywood stjörnunum sem að eru ekki orðnar 30. Já. Og þetta er ágætis listi hérna, það var að koma einhver top 10 listi yfir ríkustu einstaklingana í Hollywood eða svona í tónlistabransanum og kvikmyndabransanum sem hafa ekki
ekki dotti í 30 og viltu heyra listan? Já. Já, ég ætla ég hef gaman að einhverjum svona rugglistum. Ég ætla að byrja þetta á skal ég segja, fyrsta sæti. Þar er Lady Gaga, 27 ára og hún er metin á $80 million. Það er ekki smá peningur, þetta er sinnum 130. Þetta er rosalegt. 80, hvað sagðirðu? $80 million. Það er sko sinnum 130, þannig að þetta er engar smá upphæðir. Í öðru sæti er einmitt 19 ára vinnur okkar, Justin Bieber, með $58 million. Þannig að, ef allir hataði, þá var strax karrað að eiga 58 milljónir, ekki það, hann er náttúrulega dýrkaðar af öllum úlingstúlkum og svona. En býtu, er þetta peningur sem hann á? Þetta er það sem hann er metin á. Sem hann er metin á? Já, $58 million. Taylor Swift kemur svo í þriðja sæti, hún er 23 ára og er metin á $55 million, það er eftir hennan Justin Bieber. Svo þetta komur óvart, í fjórða sæti kemur Calvin Harris, DJ, 29 ára, metin á $46 million. Ég veit að það er cool, man. Það er ekki DJ sem á gefið mikið pening. Þetta er æðislegt. Hann er eitthvað að gefa DJ-bransinn og sér bara Brynja Ma og DJ Muscleboy og svona. Og í fimmta sæti var svo Rihanna, hún er 25 ára og er metin á $43 million. Mér skrítið að Calvin Harris skulle vera frá ofan Rihanna á þessu lista, en svona er þetta. Gæði sem er DJ á ársáttíðum og bara þetta á lögadaginn. Hann er ekkert eitthvað heldur að segja DJ bara hjá bónus. Ég er fokkin Calvin Harris, maður, hvað veit ég? Svoleiðis eignast menn pening. En við ætlum að fara hér í örstutt skilaboð, svo byrjum við, komum við hér aftur með nýjan dagskrárlið og fleira. Karlsberg kynnir, Ingo Veðugund og Buddy Jefu sjá stuð alla 50 daga í allt sumar. DJ-ar allar helgar. Home, Austurstræti 12. Pepsi Max kynnir. I want to have boobies like mommy's. Ef þú hélst að partíið væri búið, I don't ever want you to have. Þá skjáttlaðist þér hrapalega. Look at her. I'm looking at her. Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock og Salma Hayek. I can't believe we used to jump off. Í skemmtilegustu mynd sumarsins, Grown Ups 2. I was inside you! Komin í bíó. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Gus og Páll Óskar verða á Þjóðhátíð í Eyjum. Náður í mið á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Farðu á fjallahjóli þvert yfir landið. Notaðu orkuna. Euroshopper. Alvöru orkudrykkur. Þú finnur allt sem tengist tölvum í verslunum okkar á Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði og Reykjavík. 6 verslanir, traustmerki, lægra verð og mikið úrval. Tölvulistinn. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl. Vissið þið að Smálán Kredi Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredi, einföld þjónusta. Thule léttöl kynnir. Útihátíð í miðborg Reykjavíkur á Dillon Vesturmannahelgina. Framkoma, Botlerja, Brain Police, Leaves, Blasrocka og Crew, Dimma, Esja og Herbert Gummarsson ásamt mörgum öðrum. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM 957. Ég vil gera í sólinni, ég vil dansa og elska og dansa svo aftur. Látum mér ekki næja að dansa bara í kvöld. Já, sko, elska. Já. Dansa. Já. Og elska svo aftur. Og errorið. Ert þú, já, það er að elska. Já. To love. Já, errorið, hvað, þú ert svo mikið berrið maður. Ert þú sem svona, ertu einhleypa? Fattar þú? Einhleypa? Geturðu love og svo dansaðu eitthvað, kíktaðist fram eitthvað og svo love again? Sjálfsögum. Já, það létt með það. Létt með það. Þú eru all day long. Já, ok, áður ég fæ óþægendarhóll, þá skulle ég ræða Ræðum þetta. Ræðum eitthvað annað.
Hvað, viltu ræða hvað þú ert öflugur? Nei, þetta ekkert einu svona sólarhring af þér? Nei. Ég það er það Blöndal. Þegar félaginn fyrir að staða. Þegar kallinu vaknaður. Þá nú eins gott að menn varir sig, sko. Ok. Ég að stríða hann. Hvað að stríða mér? Þú veist, við erum ekki bara tveir að spjalla, sko. Nú. Ég ætla að vola að sé ykkur að hlusta. Fleiri að spjalla? Það einhver að hlusta. Það einhver að hlusta á þetta. Það allt önnu ella, menn. Já. Ég sé að þú ert með einhver blöð í höndunum. Já, ég er með blöð í höndunum, en það tengist ekki því sem við erum að fara að ræða núna hins vegar, Pétur. Ég ætlaði hérna ég er að spyrja einu. Nú ertu full skeggjaður. Já. Bara útkomið með alskegg. Já. Og ert að fara að hlaupa marathon. Já. Er þetta eitthvað Forrest Gump pælingi eða hvað er að gera? Þetta Forrest Gump pælingi. Er þetta eiginlega sem þú gerir núna? Satt maður skeggja og hlaupa? Já. Hendur þau kannski í borderinn sinna á milliða? Já. Ég veit hvað til ég að horfa í bókum. Já, þú ert að verða svona eins og Forrest Gump. En nú ætla að spyrja þér, ég finnst þetta mjög fyndið. Nálgunin mín á þetta, að ég er að hlaupa að rétt hjá þér. Ég ætla að hlaupa þetta hálfmarathon. Ég ætla að reyna. Við vitum báðir, ég hef engan íþróttabakgrunn eða neitt svona. Nei. Þannig að ég verð að nálgast þetta á mínum forsendum. Já. Og það hendar mér vel að nálgast þetta svona, þú veist, ef ég væri, þú veist, á svona villimanns, nótum. Nú, hvað er það? Bara ég vil bara fá safna skeggi. Já. Nei, ekki verið að raka mig alltaf eitthvað og vera eitthvað puntaður, sko. Hefur það eitthvað áhrif á hlaupið þitt, hvort sem út raka er það ekki? Já, því þá, þegar ég er með svona mikið skegg, líður mér eins og ég sé villimaður. Og þegar mér líður eins og ég sé villimaður, þá er auðveldara fyrir mig að taka nálgun á hlaupið sem villimaður. Já, ok. Og villimaður... Og meiri líkur og klárir. Já, og villimaður er fyrir mér bara svona maður sem getur hlaupið endalaust. Þú getur bara hlaupið bara... Og ég ætla líka að taka svona dísel, hérna nálgun á þetta. Já. Gamli díselin. En sko, mér finnst auglýsingarnar mjög skemmtilegar og finnar. Nei, við getum að hlusta á þetta. Já, ég er að hlusta. Þú ætlar að taka díselin sem er hvað? Sem að mallar þetta bara, skilur við. Sem að hann fer ekki á hraða. Nei. Hann fer þetta á sko seglu og torki. En þú þarfst að klára þessa 20 eitthvað kílómetra áður en þið rífa allt niður. Nei, ég þarf, áður en þið rífa niður. En ég má koma á meðan þeir eru að rífa þetta niður. Já, ok. Heldur þú að verið síðastur af öllum í mark? Já, amma Sigrunar, kona minna, amma hennar sagði, þegar hún frétta á þessu, þá sagði hún, það verður einhver að vera síðastur. Já, það gefur mér ekkert óvart að væri þú, en ég verð ánægð með þig eins og ef þú klárar þetta, en skiptir það einhver máli hvort þú klárar það ekki? Áttu bara að reyna, er það? Já, það skiptir mig máli að klára maður. Já, heldur þú að geta? Hvað ertu búin að hlaupa langt núna til dæmis? 11 kilometra. Mest það sem þú hlaupið á æviðinni? Síðustu helgi. Síðustu helgi, 11 kilometrar? Nei, þar síðustu helgi, já. Það síðustu helgi, og hvernig leiðir eftir það? Æ, far, þetta grínast. Ég hef aldrei hlaupið mikið meir en svona kílómetr. Nei, ok, og hvernig leiðir eftir 11? Mér leiði eins og ég gæti auðveldlega hlaupið 10 viðbót. Er það alveg? Nei. Aldrei 10 inni þá? Ég átti inni, ég fann það. Ok. Ég hef alveg treyst mér í meira. Nó, já, þá er það nú alltaf réttir í leið. Já, ég held það, sko. Ég hef ágætis, ég veit það ekki. Ég þór ekki að fara með það. Nei. Ok, við skulum hafa eitt á hreinu. Ég var, sko, sem sagt, ég er búinn að kynna mér svona hvað svona meðalmaður sem hefur, einstaklingur sem hefur hlaupið marathon áður, hálfmarathon áður, hann ætti að vera svona 2,5 tíma þessu að hlaupa 21 kilometr. Já. Ég var 2 tíma með þessa 11 kilometr. Þannig að við getum gefið okkur svona út frá þessu, ef ég verð á þessum hraða sem ég var á núna, hvað ég vil lengi með þessu. Þú verður einhverja 5 tíma með þessu. Ég verður einhverja 5 tíma á leiðinni maður, sem er bara, who gives? Þú veist, ef ég er skokkandi, næja að fara við henni, þá er það bara flott. En ef þú ert í 2 tíma með 11 kilometra, þá ert ekki að skokka, Pétur. Ég og Sveppi tókum hérna 10 kilometra á sínu tíma og við vorum bara samferða og Sveppurinn, hann var nú ekkert sá hraðast yfir, en við vorum samt bara í klukkutíma, sko. Já, þú veist, Þannig að þú hefur verið klukkutími viðbót, það að þú hefur verið að labba slatt af þessu, sko. Nei, ég var ekki að labba neitt af þessu. Nú, já, ok. En ég skokka ekki hratt. Nei. Þetta er bara svona... Já, bara þessi feelingur. Já, sérðu þetta? Já, ég sé hvernig þú ferð áfram. Ég er að jafnvel að hugsa vera bara við marklínuna. Já. Svona á staðnum. Svo bara þegar ég sé gæjan sem að lagði fyrstur á stað, svona nálgast, þá fer ég yfir. Já, bara svona rétt undan honum. En ég óskar allsins besta í þessu marathoni, Pétur. Ætlar ekki að rífa mig niður eitthvað?
Nei, ég að byggja upp, ég vil sjá þig klára þetta. En hvað, þú varst að byrja eitthvað, ég sé þessar auglýsingar og eitthvað? Já, það sem ég ætla að segja er að mér finnst það mjög fyndnar og bara skemmtilegar og ég meina, og hérna... Kærlega fyrir það. Já, og áhugavert. En fyrsta sem ég hugsaði samt, sko, þegar ég sá þetta... Það getur þetta aldrei. Þú varst náttúrulega búin að segja mér að þú ætlaði að hlaupa hálfmaraþon áður í auglýsinguna. En fyrsta svona þegar ég sá þetta var komið í gang og komið press á þig, actually, því að þjóðin veit að þú ert að fara að reyna þetta. Þá fór ég bara að hugsa eins og þú erum í 70 mínútum og strákonum og svona, því ég var rosalega oft illt í bakinu og eitthvað. Ég hugsaði með mér að því miður að ég var ekki allt og bjartýtn, en ég er svona án bjartýtn núna. Fyrst þú búin að taka 11. Allin er búin að líka taka kannski efni með þessu og svona. Já, ok, lögleg og ólögleg. Þetta hlýtur að blessast. Já, þú kemur í mark fyrir rest, ef enga trú öðru. Þetta lag er miklu uppáldi á mér og ætla ég einmitt að reyna að taka þetta í karaoke-keppninni hér á eftir. Við PSI ætlum að keppa í karaoke í dag. Þú ert að grínast. Við vorum ekki búin að taka karaoke sko í nokkra vikur áður við fórum í sumarfrí, þannig að það er orðin svona 2 mánuði sinni við kepptum. Já, og þetta lag, þú veist. En ég var reyndar eftir að tjekka í hvernig gæðum það til. En sko, lagið sem Pétur ætlaði eins var að taka í karaoke var ekki til. Þannig að við þurfum eiginlega að fá hjálp frá hlustendum eða ekki bara, því að þú ert hálf tómur. Já. Og ég þarf eiginlega að fá hlustendum til að hringja hér inn í 511-0957. Ég væri til í að taka eitthvað hressilegt. Ef þú eru með einhverja góðar hugmyndir. Já, eitthvað svona... Pétur í karaoke. Hvað er hressandi? Eitthvað svona, kannski, sem er svona, ekki íslenskt, en eitthvað í stíl við Solar Samba. Já, það er ekki hægt að taka íslensk lög. Halló! Af því að hérna er ekki karaoke-keppni. Þetta er veður. Í karaoke-keppninni. Ef það væri í þannig stíl. Já. Eitthvað útlenskt. Það er svo gott veður. Ég hefur ekki heyrt þetta lag. Úti, dansa. En hvernig er það? Sóla, sumarild. Þetta væri ömulegt. Nei, en ég er að meina stílinn, í sama stíl. Já, og þú vilt eitthvað svona sumarlag. Solar Samba, já. En hvaða lag var það áttur sem þú ætlar að taka í karaoke-inu? Ég ætla að taka eitthvað lag sem maður verið að spila hérna á stöðin alltaf, ég man ekki hvað heitir. Hvernig er það? Ég var virkilega til, okkur geti ekki svarað í síman hérna. Síma gerði eitthvað stríð okkur. Hvaða lag var það áttur? Will you love me again? Will you love me again? Þetta er frábært, símakerfið er bilað hérna. Ég næði ekki að íta á takkan sem ég nota til að svara hér í beinni. Þetta er ekki að grínast? Nei, þetta er alveg srikalega lélegt. Ég get bara að svara hérna í síman sjálfan, sérðu. FM 95 blökumánin. Já, ég næði ekki að setja í gegn. Já. Þetta er viðbjör... Jú, herðum að sjá. Næði honum hérna inn. 511-0957. Ertu hérna? Já. Adna, já. Blessaður. Blessaður. Herru, hvað væri þú til að heyra Pétur syngja í karaoke-inu? Walking on Sunshine. Walking on Sunshine? I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine. Ég ætlar ekki til í það maður. Þetta er seld. Þú seldi mér þetta. Er það bara þetta lag? Ánægna. Þetta er svona sumarlagi sem þú til. Þetta er bara sigur fyrir Pétur ef hann tekur þetta. Já, hvað er annars verið að brasa í góða veðrinu? Þetta er inn í HG, Hnífsdal. Já, þú ert í sama vesen og við, þú ert að vinna í góða veðrinu. Já, þetta er inni. Já, þetta er svona, þetta er daburt. Þetta er ömulegt. Já, en það var gott að vita að það er ykkur að hlusta. Það eru fleiri en við að vinna. Já. Herru, takk fyrir þetta maður. Ég tek þetta selv, við þurfum ekki að... Viltu ekki tjekka hvað þessi hérna er? FM? Sæli! Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvert þú að brasa í blíðinni? Bara að keyra. Bara að keyra, já. Hvert ert að keyra, maður? Hvert ert að keyra? Bara ynga og vanga. Ynga og vanga. Borgina? Já. Ert að keyra í borginni, já. Já. Hvað væri þú til að heyra Pésa að taka í karaoke-inu? Wake me up. Before you go-go? Before you go-go. Nei, þetta er það. Með hana Black. Veitur hann. Með Black? Ég er með DJ-unum og einhverjum Black. Ok, Wake me up með DJ Black. Nei, hann heitir ekki Black. Ég man ekki alveg hvað hann heitir. Ok, ég set lagi inn í kerfið og þetta, kannski kemur það. Já, ok. Ok, nú, takk. Takk, bæ. Takk, bæ. Þetta er hérna, sko, það er nú fleiri, en þú vilt taka Walking on Sunshine, eða ekki? Mér
veist það hljóma vel, maður. Þetta er alveg, mér langar kýtlar alveg að prófa að reyna það, maður. Já, þá tekur það bara, við ætlum að fara hér í Östurs Kilobóð, svo er það karaoke-keppnin. Ég kom einu viðbútt, ef það er einn. Ok, hvað, maður sjá, hvað hefur þið til í? Já, prófum þetta. FM, hvaða lag hefur þú viljað heyra? Já, Pissa. Já, hvað það er? Mér finnst bara, Don't Stop Me Now með Freddie Mercury, er það ekki bara alveg tilvæli? Don't Stop Me Now, já. Það er náttúrulega sumið. Ég samt er alveg vonlaus að syngja Queen. Já, hjálpa mér. Ég meina, þú erum að fara að taka halvvarðan, þannig að það er ekki spurning að prófa. Já, aðeins svona. Ok, öðrun. Allir óstöðandi. Hvað sá? Óstöðandi. Takk hérlega fyrir að ringja. Ekki málinn. Takk fyrir. Þá er þetta komið. Við erum komið nokkuð lög. Hvað myndir gera þetta ef ég myndi líða niður döður í þessu hlaupi? Og deyja? Já, eru fúll? Vá, hvað ég myndi gráta. Nei. Já, myndi gráta í viku. Það voru að lofa mér í, ef það gerist, ekki. Ekki gráta? Gerðu frekar bara glens og grín. Ég hugsa um allir góða... Hann hefði viljað þetta, maður. Allir góða stundar. Já. Já, við ætlum að fara hér í Östurs. Svo er það karaoke, sturlaðar staðreyndir og nýr dagskrárliður sem heitir hvað, Pétur? Raskjasi eða eitthvað? Hvað? Nýja dagskrárliðin. Núna? Já, Raskjasi. Já, hann er hefur eftir líka. Við tjöldum fyrir þig á þjóðhátíð. Tryggðu þig tjald í forsölu á betra verði á rentatent.is. Útvegsmennatíð. Það er engin kvóti á bátunum hjá Hlölla. Hlöllabátar, komdu borð. Pepsi Max kynir Will I have boobies like mommy's? Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock og Salma Hayek. I can't believe we used to jump off. Í skemmtilegustu mynd sumarsins. Grown Ups 2. I was inside you! Komin í bíó. Cheers eða skúl. Lúxusvandamál. Upplifðu wow-moment í London eða Köpen í haust frá aðeins 12.900. Bókaðu núna á wow.is. Wow er. Show me the money! Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálán. Ekkert stórmál. Mýrarboltinn verslunarmannahelgina á Ísafirði. Ekki bara drullusvað. Múkisson, Jónas Sig, Sníklabandið, Retro Steffson og fleiri. Glæsileg tónlistardagskrá á Ísafirði alla verslunarmannahelgina. Nánar upplýsingar á mýrarbolti.is. Drullaðu þér vestur. Fáðu alla orkulíklahafa sem þú þekkir og eru verri en þú í vítaspyrnukeppni til að skrá sig í áskorandaleik orkunar. Og svo ef þeir verða dregnir út, þá býðstu bara til að taka vítin gegn David James fyrir þá. Og svo ef þú vinnur, þá splittið bara 100.000 króna inneignarkortinu. Orkan. Taktu þátt í gulltappaleik Pepsi og Pepsi Max. Safnaði 6 gulltöppum. Draumavelunin eru ofurþund 55 tómur Samsung Smart 3D sjónvarp og 7 tómur spjaldtöla frá Samsung setrinu. Yfir 1000 aðri vinningar í boði. Gulltappaleikur Pepsi og Pepsi Max. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. FM 95 Blö. Sveppi var ekki rifin hans lagi en mér finnst það ríkilega flott. Mér finnst það ekki eðla. Já, þetta er mjög nett. Ég brendi það á disk, bara með það á bílnum, bara á repeat. Brendir það á disk? Ég hef ekki heilt þetta bara síðan 2001. Já. Ég brendi það á disk, með það á bílnum. Ég hef með alveg svona gríðalegt magna á geisladiskum sem ég brenni bara, jafnvel bara tek eitt disk og set bara eitt. Já, þetta með svartir í böppu svo bara. Já, svo bara brenni það á diskmaður og hefði það bara í bílnum og hlusta á það á repeat. Það er mjög sniðugt. Já, finnst þér þetta ekki flott lag? Mér finnst það bara mjög gott. Jú, þetta er eins og ég segi, ég brendi það á disk. Þetta er það gott að þú brendið það á disk. Styttist hér í nýjan dagskrálið og karaoke hér hjá okkur Pétur í FM 95 Blö, en það er hins vegar komið að dagskrálið sem er daglega hér í þessum þætti. Er daglegur og heitir Sturlaðar staðreyndir. Komið þið sæl og velkomin í Sturlaðar staðreyndir. Er engin inngangur? Ertu ekki með það? Ekki nema þú kynnir með eitthvað inn eða eitthvað, það væri alveg gaman. Já, kæru hlustendur, klukkan er korter í og þeir eru með stilt á FM 95 Blö. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og Auðun Blöndal situr beint á móti mér. Það er komið að dagskrárliðnum Sturlaðar staðreyndir hér í FM 95 Blö. Við skulum gefa Auðunni gott hljóð, gjörðu það svo vel. Auðun Blöndal, gjörðu það svo vel. Takk fyrir það, Pétur, og hér kemur fyrsta Sturlaðar staðreynd dagsins. 13% af Bandaríkjamönnum hafa gist í fangageymslu. 13%? Já, það er svolítið há tala. Já, nokkuð góð. Búa einhverja milljónir þarna
Og ég fór svona eins og maður gerir oft þegar maður heyrir svona fréttir, eða les svona fréttir. Hvernig heldur þetta sé á Íslandi? Hver heldur að prósentan sé hér? Ég er búinn að strax að veltaði fyrir mér. Þetta væntanlega miðað við höfðatölu, eða ekki? Nei, hvað? Nei, með höfðatölu, nei, bara 13% af Bandaríkjamönnum hafa gist fangageymslu. Já, en þú sagðir, sko, það er svolítið mikið. Já. En þú veist... En meina 13% af Íslandi og 13% af Bandaríkjum er alveg að sama, sko. Það er bara 13% af þjóðinni. Já, en ég meina, þú veist, við erum miklu færri. Já, þannig að heldur að sé yfir 30 og svona 5.000 manns búin að... Ekki möguleiki. Nei. Meinar þú hérna? Hérna? Ekki möguleiki. Nei, þannig að við náum ekki svona hárið tölu. Nei, trúi. Nei, það er ekki hægt. Hefur þú gist fangageymslu? Heyrðu, þetta er góð spurning. Ég hef nefnilega gert það, já. Akkur? Hvað, varst það míga í breiðalúðinu? Nei, ég náðist ekki þá. Þá var ég bara einnalaba. Nei, þá ég að segja hvernig þetta æxlaðist. Hvað er með það? Það er nefnilega saga að segja frá því. Þetta eru mörg ár síðan. Já. Þá var ég eitthvað að rölda svona nýbæ. Pétur Jón Sigfússon hefur verið í fangelsi. Já. Heyrðu, og ég var eitthvað að rölda svona nýbæ. Og ég fór eitthvað svona, ekki að bögga lögregluna. Heldur meira svona að stilla mér upp. Varst þetta þú sem hræktir á lögregluþjóninn hérna daginn eða? Hvenær? Hvenær? Varst þetta ekki varfið það? Þú eru að hrækt á lögregluþjóninn og hendin í bíl svona háskalega? Já, nei. Það varst ekki þú? Það var ekki ég. Nei, var það kona þinn, segur þú? Nei, ég finna það var kona þér. Já, það var kona. Þetta var samt að svipuðu leiti. Nei, þetta var svona svipan, nema ég var bara svona, ég var eitthvað fyrir bílnu þeirra og eitthvað svona, og svo var ég eitthvað, hvað er það að fara á, er það að koma að fara á, eitthvað svona. Þeim fannst ég bara leiðalur. Varst það að reyna að vera fyndin? Já, ég var að reyna að vera fyndin, já. Þannig að hérna... Er þetta áður en þú byrjaði að vinna í fjölmiðlum? Já, Guð hjálpið mér. Ég var bara starfsmæður í byggingaúrvörslum á þessum árum. Fannst mér, og mér fannst ég samt fyndin, sko. Og eitthvað prumpa og eitthvað örglega að gera köttinn og eitthvað svona. Saga bíliður í tvenn. Þeim fannst þetta ekki fyndið. Ég var með vélsjónu, ég man eftir því. Ég var í miðri vélsjónu. Að saga löggubílinn. Saga löggubílinn í tvenn þegar þeir komið svona og bara, þú veist, og þetta var ekkert einhver svona, þetta var ekkert einhver hostile handtaka, þeir bara svona, heyrðu, já, gæti minni, viltu ekki dilla þér inn í bíl og ég bara, hvað er þetta? Settist inn í bíl, heyrðu, og þeir fóru með mig upp á stöð og ég fór inn í klefan og svona. En ég var ekkert þar lengi, skilju, ég var ekkert að nóttin eitthvað svo úr mér. Það var bara svona til að kenna mig leksju, opnuðu aftur bara klukkutíma, 2 tíma setna eitthvað og þá var ég ennþá með vélsögun í gangi maður og þeir bara hefði drullæður út maður. Meira helviti svipli. Þú gistir ekki fangageymslu? Nei, ég gisti ekki. Þetta er það sama og kom fyrir frænda hérna í daginn, Árna Ragnar, hann var með þundegi líka í eitthvað svona bulli. Já, og bara staflaði stutt við. Já, það þurfti ekki að gista, hann var svo bara mættur aftur nýr á austur eða eitthvað. Nei, er það? Já, það var kynst skrítnum liðan í fangelsinu og eitthvað svona. En herðu, höldum áfram með Sturlustaðarindi. Það veit ég það, Pétur er í þessum, ekki 13% í Bandaríkjunum, en hann er allavega hér. Pétur, ætlar að segja mér að þú hefur aldrei lent í neinu svona? Gista fangageymslu? Gista í fangelsi? Nei. Já, því líku kórdrengur sem að þú ert. Nei, það er ég ekki. Nei, sítur þarna með glansandi skalla bara. Hvað ert að syngja heima þegar þú kemur heim? Þetta æfaði fyrir. Ertu í kallakór? Ég er bara svo hræddur við lögguna og hef alltaf verið. Já, ég er það líka. Ég passa mér rosalega þar. Bara á tímabilið í einhverju svona... Já, varst eitthvað orðinu uppfullur að salva þér þarna. Já, ég bara byrst afsökun á þessu. Já, og svo er það hér, 4 af hverjum 5 syngja þegar þau eru ein í bíl. 4 af hverjum 5 syngja? Já, Sturlustaðarindi. Já, það er ekkert út á þetta að sitja. Ég syng mikið þegar ég er einn í bíl. Já. Við ekki naða. En þú sjálfur? Já, ég held að séu flestir sem er að hlusta sem hafa sungið í bílnum, sko. Svo er það hér, 18 af 25 stærstu hótelum heims eru öll í Vegas. 18 af 25 stærstu hótelum heims er í Vegas. Það er svolítið hátt tala. Ég hef aldrei komið til Vegas. Það hefur þú gert. Þvílík veisla, maður. Já, þessu hótel líka sko í Vegas, þú ert rétt byrjar að læra á hótelið þegar þú ferð heim. Það tekur bara 5 daga að vita hvert þú átt að fara þegar þú ert að fara upp á herbyggið. Þetta er endalaust þegar svona turnum og það hjálpar ekkert ástandið sem var í þarna sko, þú ert að röltum. Já, ástandið sem margir eru í. Já, ekki sem við eða ég. Ekki þú eðun. Nei. Ég hef reyndar, ég var að ljúga, ég hef komið til Vegas. Ég millilendi þarna með þér og Sveppa þegar við vorum að fara í símaauglýsingarna. Já, alveg rétt. Sælla minninga. Já, búin að taka upp í LA. Þannig að ég hef ekki, við fengum ekkert að fara út af flugstöðinni, mástu. Nei. Og það voru svona... Og svona spilakassar, slott machines og eitthvað svona. Við rugum beint í það.
En manstu þegar við vorum hérna saman einu sinni í Evrópu reyndar, í kasínó. Já. Og ég baði að geyma restina af peningum minn og ég mátti ekki fá hann hjá þér, sama hvað ég myndi segja. Ógeðslega, fyndið mig. Það var að lesa mig hóðu pening. Geymdu þetta. Sama hvað ég segi, ef ég kem að biðja hennar pening, ekki láta mig hafa hann. Ég alveg, já, ok. Heyrðu það, lofa því. Ég bara, já, ekki málið menn. Klukkutíma setna komstu maður, komdu með peningin. Ég bara, nei, þú sagði, ég veit hvað ég sagði, komdu með peningin, þetta er minn pening og komdu með hann. Ég bara, nei, þú sagðir að ég mætti ekki láta þig fá hann hvað sem maður. Það var stórkostlegt. Það breytir einhver hvað ég sagði maður. Drullar, það var að vinarslít. Viltu vinarslít? Þetta svona 8 ár síðan þetta gerist, þetta var ræðislega. Og Pétur var hræddur þar í kasínuðinu, en höldum áfram með sturlaðar staðreyndir. Það er til ylvatn með marihuana-lykt. Já, frábært. Myndi ekki heilla mig. Ég væri til í það. Ég hvað, bara að reyna að kynnast stelpu sem ángar eins og einhver hasskaka. Ég var ekkert alltof skotin í því. Pétur, ertu hérna? Já, ég er hérna. Ertu að segja með það að þú myndir heillast að því? Stelpu sem ánga eins og marihuana? Hashcake. Já, sko, ég segja hvaða lykt mér finnst svo besta. Það var að kallmaður að kissa þig hérna. Já, það er þetta mjög myndalegu kallmaður. Björn Bragi. Já, hann var að skila þetta Samson. Hvers son ertu, Björn? Arnarsson. Björn Bragi Arnarsson. Björn Bragi. En hvað segir þú, hvað finnst þið besta lykt sem þú fundið? Besta lykt sem mér finnst í rauninni, svona, er lyktin af Birni Braga. Hún er fyrst. Og svo hérna lyktin af nýsleiknu grasi svona vor. Nei, alveg. Vist hún vangi. Í alveg. Sérstaklega þegar hún svona blöyt, er svona rigningar. Og marihuana er náttúrulega bara gras. Já, sem er bara gras. Þess vegna væri ég til í að setja í rauninni lyktina af nýsleiknu grasi bara í glas og frussaði yfir mér. Hvað er meinandamotni? Bara ylvassglas. Já, ok. Það væri ég til. Svo það eru úrlingar í Kína sem er að selja úr sér líffærin til þess að geta keypt sér iPhone. Sturlu staðrind. Já. Þetta er ekki sturlu staðrind, þetta er eiginlega bara skelfileg staðrind og hálf óhugnuleg. Já, og kemur ekkert óvart. Nei, víst kemur þetta óvart. Nei. En hvað er það að gera? Þú ert búin að selja úr þér, það kemur alltaf nýr iPhone. Þetta er að ríða öllu að fullum maður, allt þetta æði maður. Já, en svo áttu bara að þá áttu engin líffæri eftir, það er að koma iPhone 10. Já, búin að selja allt rastlið maður. Hvernig kemur iPhone 10? Já, meitt Ok, hvað segir einni mjadmakúlu? Voðalegt, þú slappur að sjá eitthvað. Já, ég gefa þetta alltaf. Það er nýja iPhone-in samt. Svo er það hérna. Hvað segir Briss? Selji sér Brissi. Lítið nota Briss, lítið nota. Á Úranus er sumar í 21 ár í senn. Hvorki meira en minna. Á Úranus er hvað? Sumar í 21 ár í senn. Þannig bara ef það komið sumar, þá eru sumar í 21 ár. Já, Uranus. Hugsaði maður, þetta heitir Uranus. Það er alvöru summertime. Já. Bara svona, herru, það er komið sumar. Já, það er næst, sko, ef þetta væri svona í Íslandi, bara herru, það er komið sumar. Glæsilegt. Það kemur vetur þegar ég verð 54 ára. Herru, ég ætla að taka sumarfrí þarna í 4 ár þarna, hvernar... Alvöru sumarfrí, maður. Já, þetta er alvöru sumarfrí, maður. Sko, málið, við erum bara hálnaði með sturlaðar staðreyndir, en við erum búin að ræða það svo mikið að ég er að spája að setja hér á lag og klára svo síðustu 5 hér á eftir. Svo er það líka nýju dagskráraliðin okkar. Má ekki tala lengur. Var Heiðar Östmann að hringið? Alls ekki. Mér veist þetta er bara svona tempo sem ég fíla. Þegar ég var sjálfur að vinna, sjálfur, þá varst mér mjög gaman að hlusta á menn tala, en þú veist, ekki oflátt. Þú vilt fá lagað út í sólinn og svona. Hvað eru við búin að tala lengi núna? Núna, við erum búin að tala í 8 mínútur með sturlaðar staðreyndir og við eigum 5 eftir. Það er bara svona. Ég er ekki eins og, þú veist, ég finn ekki fyrir kjálkanum lengur, eða, þú veist, ég finn ekki neina þreytu í kjálkanum eða tungunni eða neinum. Time flies when you're having fun. Hérna er með fallegt og gott lag fyrir hlustendur sem heitir Same Love og er með Macklemore. Það er akkurat þetta lag. Er það ekki svona? Já. Gott lag. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Sure. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment in religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God.
Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yet we don't have acceptance for 'em. Call each other behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. In the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. Kynir, Ingo Veðurguð og Batti Tjafú sjá stuð alla 50 daga í allt sumar. DJ-ar allar helgar. Home, Austurstræti 12. Pepsi Max kynir. Will I have boobies like mommy's? Ef þú hélst að partíið væri búið, I don't ever want you to have. Þá skjáttlaðist þér hrapalega. Look at her. I'm looking at her. Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock og Salma Hayek I can't believe we used to jump off. í skemmtilegustu mynd sumarsins, Grown Ups 2. I was inside you! Komin í bíó. The lack of money is the root of all evil. Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálan. Ekkert stórmál. Apótekið býður þér 20% afslátt af Nicotinell Fruit út júlí. Apótekið. Einfalt og ódýrt. Þá vil ég fá mér búst með þér. Keaskir. Prótínríkt, bragðgott og mjúkt í máli. Pepsi Max kynir. Will I have boobies like mommy's? Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock og Salma Hayek I can't believe we used to jump off. í skemmtilegustu mynd sumarsins, Grown Ups 2. I was inside you! Komin í bíó. Ef þú verður dregin út í áskorandi leik Orkunnar og treystir þér ekki til að skora að vítapunktinum hjá fyrrum enska landsliðsmarkmanninum David James, þá getur alltaf senda eitthvað í þinn stað. Mundu bara ákveða fyrirfram hvernig þið skiptið vinningsupphæðinni. Orkan. Ekki bara gott fyrir tennurnar, heldur líka gott á bragðið. Mentos tyggjó. Ferskur, svalandi og bragðgóður orkudrykkur. Mad Krokk, það sem þú þarft. Einn besti ferðafélaginn, segja margir. iPad. Epli.is. Naturfrisk Engifjöröl. Skynsamur góðstrykkur. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á FM 95 blöð, Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon með ykkur til 6 í dag í þessu blíðskapa veðri. Það synd að þurfa að hanga hér inni. Ákveður var ekki hægt að hafa útsendingunum bara úti. En ætlar að hafa þetta svona alla vikuna. Þú veist, spáin góð. Já, ég veit. Er þetta góð að mála að vera með beina útsendingu út í raskati? Nei, það er þegar þú segir. Ég ætla að reyna að fá að vera úti á morgun. Já, frábært, einhvern annan dag heldur en þegar ég kem. Já, en svo veit ég líka, sko, það var verið að senda mig hérna á Instagram. Það er líka fólk sem núna bara á pallinum. Bara heima á sér, í sólbaði, að hlusta okkar strákana. Nú, hvað? Þú getur verið með beina útsending á morgun frá pallinum. Heima á sér. Það er þess að fólki. Frá palli bara einhver staðar og einhverjum palli bara að vera hvar sem í heiminum. Já. Með viniðinum vöðvast alltaf þarna, Hjöppa K eða hinnum vöðvast alltaf manninum. Gilsineggar. Gilsineggar, já. Já, maður þarf að finna eitthvað ef það er svona gott viður áfram. Það er ekki hægt fyrir það að fara með svona þéttvaksin grínist á Hafnarfirði til að sitja á einhverjum palli með einhverjum. Ég bara fatta þetta ekki í dag. Fallega vöxnu fólki. Í miður. En við hefum eftir hér 5 sturlaða staðreyndir. Við tókum bara helmingin á. Og svo er það 9 dagsjálfur. Ég ætla ekki að fara í einhverja debur hérna, bara fyrir ekki. Nei, hvað okkur er þetta að gera svona lítið og sjálfur þér alltaf? Nei, þetta er ekkert mál. Þú ert uppáldið mitt í FM 95 blöð. Það er bara sömulegis.
Hér koma síðustu 5 áður við förum svo í nýja dagskrárliðin. Fólk verður forvitnara þegar það hvíslað af þeim einhverju. Já. Og það svolítið til í því. Já. Ég þarf að segja svolítið. Já, hvað? Hvað varst að segja? Maður fyrir alveg að gefa tóra til, ha? Já, nú. Og líka, spáði líka ef það kemur einhver að þér og segir ég þarf að segja svolítið. Já, hvað? Ég segir það eftir. Það er bara, nei, segðu mér það núna. Góðum það. Þið líður eins og þetta sé eitthvað þig, eitthvað vond. Síðan að sama skapi, ef einhver hvíslar að þig bara, kallinn hefur ekki fengið sér bragður eða hvað. Og hvað? Nei, ekkert. Það var bara búið. Maður bara að reyna að kötta sig niður, skilur, ég bara misti mig. Ég var að fá mig bragður. Það er líka ógeðslega. Þá verður maður brjálaður. Það er líka ógeðslega byrjandur og færið hérna. Það er eitthvað umrætt svona. Herðu, ég var að heyra svolítið en þig. Nú, hvað varst að heyra mig? Já, það er umrætt þegar það er hvíslað. Ég var að heyra svolítið en þig. Já, hvað var það? Það skiptir ekki máli. Þegju, hvað varst að heyra? Þú hefur verið að skipta dekk á bíl bara á Miklubrautinni og það. Já, vá. Já, og hvað? Akkur þetta hvísla því? Já, talaðu. Svo er það hér, maurar eru með sína eigin, eru með sína kirkjugarða og grafa okkur mannum. Já. Það er sem sagt, já, maurar grafa okkur mannum. Cemeteries. Ég var til að fara í jarðaför hjá einhverjum maur. Ég ætla að sé eitthvað svona, einhver maur sem er gett eitthvað söngvari og syngur ógeðslega flott svona lag og... Já, Maggi Maur maður. Nú var Maggi Maur látin, svo haldaði kannski. Og þá er Bubbi Maur að syngja, spila á gítar. Og Bjöggi Maur. Já, Bjöggi Halldórsmaur. Hann er hann að, við lifum aðeins einu sinni. Og allir maurarnir bara grátandi. Já, ég fór eitthvað að hugsa þetta í dag. Þetta er súrt auðvitað. Já, þetta er mjög steikt. Það eru 2 eftir. Veistu af hverju við heilsumst, Pétur? Veistu af hverju fólk byrjaði að heilsast? Já. Af hverju? Bara þannig að fólk viti að það er komin einhver í heimsókn. Nei, þá er ég að tala með handabandi. Já. Veistu af hverju tökumst í hendur og heilsumst? Já, þetta fór örugglega frá því að vera, þú veist. Nei, þetta er sturlu staðreynd og það er til að sýna fram á sért óvopnaður. Þannig byrjaði þetta. Menn tókust í hendur þannig að sást ekki vopnin. Það er með heilsust við. Ég er ekki með neina byssu, engan hníf, gjörðu svo. Sérðu hvað lærir á að vera þetta í FM 9 blöð? Já, ég veit meira í dag en í gær. Já, það er alltaf þannig. Það er það góða við hennar þátt. Svo er það síðasta sturlaða staðurinn dagsins. Rafmagnstóllinn var fundin upp af tannlækni. Af hverju kemur það mér ekkert á óvart? Rafmagnstóllinn var fundin upp af tannlækni? Já. Hvað er með tannlækna og pínamann maður? Já. Það er svo sem engin tannlæknir reynt að drepa mig en það var einn helviti nálægt í samt. Daginn. Þetta voru sturlaða staðarindir og ég þakka kærlega fyrir áhverjina og Pétur þakka þér fyrir aðstöðina. Ætlum að fá hér eitt lag með Ríhönnu og svo... Hvað er klukkan? Splungu nýjan dagskvöld. Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Nei, hvað er klukkan núna? Hún er 3 mínútur yfir 5. Hvað er Rikki G að gera þetta? Rikki G, er vákátt brunnin í framann maður. Akkur er brunnin í framann? Það er sól úti. Þú byrjar ekki fyrir nættu klukkutíma. Þú ert eins og tómatur maður. What the fuck you doing? Get the fuck out of here. You're here and out in the bluin. Out in the bluin. Out in the bluin. Ég er að veljast í nafni. Out in the bluin. Já, það er mjög gott nafn. En við ætlum ekki að velta okkur upp úr því akkurát á þessu augnabliki. Nei. Við vorum að hlusta hér á gæðamúsík og við hlustum á meiri gæðamúsík á eftir en við ætlum að brjóta gæðamúsík upp með smá gríni og glensi hér. Já, við ætlum að fara í smá rugg, svona eins og við gerum bara. Hringja út í borg og bí. Já. Og það er komin ný hugmynd að, já, kannski ekki dagskrárlið, en svona smá ruggli í dag, eða ekki? Það er eins að hræri í liðinum, við erum búin að vera í sumafríi. Já, við erum búin að vera í sumafríi. We need to shake things up. Þá erum að gera að koma með eitthvað nýja lið og þetta er náttúrulega sama rugglið og áður. Já. Við hringjum hér út í bæ með, barnalega fíblaskap. Já. En, hérna, þú var til að lýsa þessu. Já, mér þetta er svolítið þín hugmynd. Mér okkar ringi eitthvað, bara að handa á húi og eitthvað, já, heyrðu, hérna, vandar skal ég segja þér hjá þér, hérna, og vera síðan alltaf að ræskja sig og að fá hóstakar. Ég til þetta. Vera svona íkt, ræskja sig íkt. Ok, og ég ekki að byrja, því ég hef trú að þitt verði skemmtilegra. Þú ræður það. Já, ég vil vera ekki að byrja. This is your show, man. Þetta er þinn dagskrárlið, sant? Ég er bara leir í höndunum á þér hérna. Þetta er eitthvað topp hestar eitthvað, það er eitthvað reiðskóli. Top Rider? Er þetta Top Rider? Og byrju, ég á bara að raskja hann alltaf. Ræta. Bara, þau ekki? Jó, þú mátt alveg ráða hvort þú byrjar þannig eða hvort þetta svona ágerist. Halló. Já, góðan daginn. Herðu, eru þið með svona hestalegu? Eru þið með svona hestalegu? Nei, við erum bara með reiðskóla. Já. Er hann ennþá í gangi?
Já, já. Er þetta fyrir börn og öllum aldri? Halló? Vá, það var ekki lengi skellt að. Lagði bara á því. Hvað er aðeins í liðinu? Já, þetta er bara, ég vissi að mitt er ekki gott. Nei, ekki gott. Hvað er að gæjanum, maður? Ég meina, hvað, ég skil þetta ekki, maður. Ég er bara verið of víktur. Ég ætla að henda þér í parkett hérna. Farðu bara í hérna, bara Hagkaup eða eitthvað svona. Já, ok. Eða þú veist ekki Hagkaup, kannski Nóatún? Nóatún? Hagkaup. Við erum búin með Hagkaup, maður. Já, við erum ekki búin með allar Hagkaupsverslanir. Já, ég held það. Svona vel flestar. Nema kannski, er ekki eitthvað í Borgarnesi? Ekki Hagkaup í Borgarnesi? Það er í vissum að það er ekki nokkur einasti maður í Borgarnesi að hlusta á okkur. Þetta, Hagkaup Borgarnesi. Það líst mjög vel á. Það er líka ekta, sko, þú veist, það eru einhver svona nærsveitungar sem er sífellt að raskja sig. Já. Hagkaup Borgarnesi, góð dag. Góð daginn. Herðu, ertu með svona öryggisnett á trampólín? Nei. Hvar get ég fengist, voruð þið ekki að selja trampólín í vor? Við vorum bara að selja trampólín, en ekki bara öryggisneti. Eruð ekki með það, nei? Nei. Jæja, hörðu. En annað, ertu með svona uppblásnar sundlaugar fyrir unga, eða svona litla krakka. Hvað kostar slíkt hjá þér? Það er bara eftir stærðinni. Hvað segirðu? Það fer bara eftir stærðinni. Já, hvað stærðir eru þið með? Erum með. Hingrað. Hvað stærðir eru þið með? Sjá. Við erum alveg með nokkra tífra. Þar eru sko frá 1799. Já. Og upp í 3899. Hvað er hún stór þessi dýrasta hjá? Hvað er hún stór þessi dýrasta hjá þér? Hún er 183 cm sinnum 33. Já, já. 100, hvað sagður þú? 180 sinnum? 183. 183, já. 33. Sinnum 3? Já, nei, sinnum 33. 330, já. Já. 330? Já. Hún er það. Það er stæðsta. Hvað tekur hún marga lítra af vatni, sérðu það? Nei, það stendur ekki hérna. Það stendur ekki hérna. Nei. Hörru, og svo ég þakka þá fyrir í bíli. Já, takk sem þess. Þakka fyrir. Bless. Já, hann. Hvað? Átti ég að vera lengur? Nei, þú varst líka bara eiginlega alveg búinn með röddina. Já, ég var eiginlega búinn, ég var náttúrulega svo hásnur. Þetta er sko, þú veist þetta þarf með, þú vart eiginlega að gera aftur sko. Já, þetta var hressandi vitleysa. Já. Það voru við báðir búnir og já, þetta var eitthvað nýtt hérna á okkur félagum. Já, fáum bara besta lag í heimi. Eternity can be a curse. What I am can't be undone. I can make you mortal. Í stærstu orustu ævinar leggur hann sjálfan sig undir. That day ain't here yet. The Wolverine. Kominn í bíó. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Stundum þarftu smá lán. Þú stjórnar upphæðinni og við leggjum inn á reikningin þinn samdægurs. Múla.is. Peningar á mannamáli. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, Léttöl. Vikutilboð alla daga vikunar millir 10 og 2. Kynntuðu málið á Facebook síðu okkar, Ísbúðin Háaleiti, Garðabæ, Kringlunni og Smáralind. Elisabeth Alexandra eða Margrét Þórhildur. Lúxusvandamál. Upplifðu wow-moment í London eða Köpen í haust frá aðeins 12.900. Bókaðu núna á wow.is. Wow er. Bubblegum ís. Jójó. 25% afsláttur af Sæmax fæðabótavörum í júli. Rými fyrir nýju útliti, Sæmax, Kópavogi, Reykjanesbæ og Akureyri. Sjáumst á útihátíð í miðborg Reykjavíkur verslunarmannahelgina á Dillon í boði Thule Léttöl.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Ötti Blö og Pétur Jóhann hér í miklu stuði á þessum miðvikuti. Vonandi hafið þið gaman að því að hlusta. Okkur finnst það að vera hér. En það er komið að karaoke sem hefur ekki verið hjá okkur í 7 til 8 vikur, Pétur. Karaoke. Það er ansi langt sem við kettum í karaoke. Karaoke, son. Já, það á að vera á svona 3 vegna fresti hjá okkur. Já, ætti að vera það. Já, og þannig verður það. Og þetta er ekki flókið, kæru hlustendur. Við syngjum hér 1,5 mínútu cirka úr lagi. Okay. Og svo hringið þið í 511-0957 og fyrst við 5 atkvæði vinnu karaoke-keppnina. Ég er hann stressaður strax. Já, þú hefur nú verið heitar nýja í karaoke-inu. Ég var svona aðeins með brandrakeppnina. En þú ert búin að vera heitar í karaoke-inu. Þú varst með að bara andar hann og fætur öðrum. En þú ert stórkostlegur söngvari. En sko lagið sem ég valdi í dag, Dear Darling, þetta er einhver fáráleg útgáfa af því. Þetta á að vera svona upbeat lag. Dear darling, please excuse me. Dans? Já, en sko ég er að fá einhverja róla útgáfa. Ég ætla samt að hjóli það. Rólur? Já, rollur. Rólur? Sætlitu. Sætlitu? Og ég ætla svona að tjekka. Ég lístu vel á þetta. Þú hefur svo ábáslega hljómfæra rödd. Nei, ég er eitthvað rugglar. Hvað meinar? Það myndi aldrei neitt segja. En ég var að segja. Á ég ekki að byrja bara? Bara. Gamla góða reglan? Jú. Ok, ég byrjaði á svo Pétur og Pétur ætlaði að taka Walking on Sunshine. Walking on Sunshine, it's a nice weather out there. Hann hafa verið veistla. Herru, þá byrjum við á Dear Darling hérna í karaoke. Í hinu laginu, þá er þetta svona hressara. Ég var að vonast til að fá að fanna þessu upp og eitthvað svona. Kannski bara ágættur hlustendur að það gerist ekki. Þá er komið að Pétri og það er svona meira sömmur í hans lag, ég verið að viðurkenna það. Í hans lagi, í hans lag, maður er ekki talandi hérna. Meira sömmur í hans lagi og það er Walking on Sunshine hérna, takktu. Já, ok, og ætlar að rúla þig að stað bara? Ertu ekki klárað? Ég er nokkuð klár, jú. Hakaði fyrir. Ég er að segja það, ef þú ættir að gefa út lag á einhverjum disk, þá verða þetta. Ég bara fór í þetta þvílíka sumarskapa að hlusta það, ég verði ekki naðpjessi. Það var mjög vel gert fyrir þér, til hamingju með þessu. Samt sko, þú veist, eftir hérna ræskingar símtali á hann. Já, röddin er tæp núna. Hún er tæp sko. Ég hef farið léttar með þetta sko, ef ég væri ekki búinn að rispa öll raddböndin á þetta á. Það er samt mjög flott fyrir þér. Skiptir ekki máli. Það eru hlustendur sem ráða 511-0957. Já. Skulum opna fyrir síman og svona heyra hvað hlustendur hafa að segja. Tjekkum á þessu. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag, hvað heitir þú? Klárlega Utti. Klárlega Utti? Klárlega Utti. Vá. Þetta var easy. Nú, þakkaður það. Þetta var svo hjartnæmt. Nei. Það er nefnilega það sem þú hefur, Utti. Þú hefur þetta delikat. Delikat í röddinni, skilur. En takk hérlega fyrir það og takk fyrir að ringja. Ekki báli. Ok. Heyrður líka hvað hún var næstu í klökk, sko. Hvað segir þau? Já, nei, hún sagði bara klökk. Ég var ánægð með hana. Fáðum hérna. FM, góðan daginn. Jú, sælir drengir. Sælir. Sæl félagi. Hvernig hefur það? Jæja. Hann er góður. Nei, ekki? Jú. Hvað er verið að brasa í blíðinni? Hann er að kera fram með Þingvöllum frá. Jæja, er ekki fínt veður það líka? Það eru 20 stigin. Glæsilegt. 20 stig á Þingvöllum. Já, þetta er svona átt að vera. Það er að vera þar í nótt. Svona allt sumarið maður. Nei, ég er að kera bara heim, sko. Jæja, varst að veiða? Nei, ég var að vinna upp í sveit. Ok, hvor fannst þér skárði í karaokeinu? Það var hann Pétur. Það er Pési, Walking on Sunshine. Hann kláraði þetta fyrstu nóttu. Herðu, þakkaði kærlega fyrir þetta atkvæði. Það leitur maður. Ég er gríðarlega ánægð með þetta. Takk fyrir að ringja. Þó þetta verið eina atkvæði sem ég fæ í dag, þá er ég með þetta. Nei, þú varst sko, lagið þitt var þvílingur sömmur, þvílingur sko. FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Eru ekki karaoke-keppninni? Jó, vorum í karaoke. Það passar. Hlustaður á það? Já, sko, auðvinn, þetta var alveg fallegt hjá þér og svona. Mjög fallegt hjá honum auðinni. En ég verði að viðurkenna, þetta var skemmtilegra hjá Pétri, þannig að... Það var meira sömmur. Hvort ætlar að velja, skemmtilegt eða betur sungið? Þetta var betur sungið í auðvitað, því að þetta var eins og síðan gott að kætti á þér, Pétur. Já, en það fannst að ditt atkvæðan, Pési. En Pési fær mig. Glæsilegt.
Takk fyrir að ringja. Takk að gæla fyrir. Ok, það er 2-1 í karaokeinu. Kirkja kött. FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn, var það lækki útvarpinu? Herru, ég ætla að fá að velja Pétur. Það er Pétur, hann er á rönni núna. Takk að innilega fyrir það. Fæ ég bara fyrsta. Ég er mjög þakkláttur fyrir þetta atkvæði. Já, ekki vandamáli. Og ég er mjög þakkláttur fyrir að þú skulle vera að hlusta, þannig að við erum allir mjög þakkláttir. Já. Takk fyrir að ringja. Já. Ok, bye. Fæ ég bara þetta fyrsta. Nei, FM. þú færði ekki. Þú færði þau. Hérna, ég ætla að velja Auða. Auði, það sér þig. Auði, ég sagði það við þig. Já, ánægð með hana. Hvað heitir þú? Lena. Lena, þú ert frábær. Já, Lena. Já. Mér finnst þú frábær líka. Já, sem leys. Ég er mjög ánægð með þetta. Og líka þetta hleypir spennu í þetta og við getum verið að tala við fleiri hlustendur og það er bara allt í ákvæmt við þetta, Lena mín. Er það ekki? Jú. Takk, Lena. Ekki mál. Ok, bye. Bye. 3-2. Jæja, það fór ekki 5-1 allavega. Það er spenna. Spenna í þessu. Það fyrir eftir hvað þessi segir. Halló. Já, halló. Hver fær þitt atkvæði karaokeinu í dag? Herru, ég skal ekki með það að jú, þetta var hellusvokki hjá honum Pésa en það kom ekki að einhver sömu feeling en ég verði samt að vera góður við öll og gena mitt stíl. Þarna, 3-3. Var það að hleypa spennu í þetta? Geta allt meira spennandi. Þetta er annað með. Takk fyrir að, hvað heitir þú? Ég heiti Gunni. Gunni, takk hérlega fyrir að ringja og takk fyrir að hlusta. Gunni. Já. Nei, ég er að djókið. Ég heiti Gunni. Bye. Blessa. Nei, ég man ekki, hvernig var það? Gunni. Og svo þegar Gunni segir, já, þetta eitthvað vangi. Eitthvað svona. FM, góðan daginn. Já. FM? Góðan dag, hvað segir þú? Ég heiti Sabína. Æja, nú veltur þú aldrei mikið á þér. Hvað heitir þú? Mikil spenna. Ég heiti Jökull. Jökull? Jökull, djöfull er það flott nafn. Það er sterkt og gott nafn. Ég væri til í að bara deyja og endurfæðast sem Jökull. Hvor fannst þér skárið í dag í karaokeinu? Pési. Pési komin í 4-3. Jökull með minn maður. Jökull bráðnaði á mér hann. Jökull? Nei, það er ekki hægt að bræða Jökull. Nei, reyndar. Það er ekki hægt. Ertu ástfangin, Jökull? Ertu ástfangin? Er ég ástfangin? Spurning er þetta? Akkur þetta spurja það? Áttu konu? Nei, ég hef ekki konu. Ekki konu, ekki kæristu? Nei, það er ekki þegar maður er 12 ára, sko. Nei, já, sætlitu. Það er bara að höfum það gott út með svo 12 ára. Svakalega fullorðinslega rödd. Já, mjög svo. Takk fyrir. En Jökull. Já. Auði var byrjaður að vera með kæristur þegar hann var 12 ára. Nei, þegar ég var 12 ára. Það er bara eitthvað skrítinn, sko. Þegar ég var 12 ára, þá gerði ég ekki annan að ljúga mömmu minni að þetta væri pappir að því ég var svo kvefaður. En herru Jökull, ég beði að heilsa þér og hafa það gott. Já. Takk fyrir atkvæðið, Jökull. Ég var ekki komið í kæristum. Það er 4-3 fyrir Pésa, tjekkum hér. FM, góðan daginn. Já, komið í sæljur og blessaður. Sæll og blessaður. Hver fær þitt atkvæði? Mitt atkvæði fær... Það er 4-4, það er úrslitamaður. Þvílík spenna. Hvað heitir þú? Sigurður. Takk kærlega fyrir þetta, maður. Sigurður. Já, takk. Nei, býta aðeins. Já. En heyrður þú báða flutningana? Já, ég heyrði að þú varst bara svolítið rámur í lokin. Já, þannig að þú ert alveg viss með þetta. Takk kærlega fyrir þetta, Siggi. Það má breyta, sko, veist að þið bara... Já, ég veit að því. Ég hringi bara aftur. Takk kærlega. Ok, segðu það, Siggi minn. Þá er það úrslita, þannig ég spyr bara hér staðan 4-4. Hver vann karaokeið, kæri hlustandi? Who is winner? Það er Auðun. Það er Auðun, annað ekki þið, maður. Nei! Hvaða snillingur er þetta? Alex. Takk kærlega fyrir þetta. Ok, bye. Þá er það komið 5-4 fyrir Rauðablöð. Og Maja systir, ég veit úr að hlusta á pallinu, taktu þetta, settu til pípuna og reyktu það. Af því að Petur, þú veist að winning is my fuel. Reykjavík, Bogota, no cola, mátt bóka, allt er kóka. Kólan er djók sem við köstum dó í rámi kók, drekk mig í gólf fyrir 12. Set kokki og spilastokk, stjörnustelpur, champion fokk. Vinn ekkert smá vel á þér, í háskerp og hátt ég. Eins og Hjörtur Hás þessi bás að fá sér. Nóa nópal og nórutín, nóa vatn og B-vitamin. Skanna shades, rauðu Gatorade, Maradona ég stig fyrir og eftirleik. Drukku skítur en drastir hreint, hösl og feys, býð svo heim. Smell og dreik og þetta í sleik. Fóta pappa, táka grei og laumi gei, seg ekki breyk. Ó nei homie, ég so self-made, oh nei homie, ég so self-made, oh nei homie, ég so self-made.
Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar á súlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar á súlum. Við óreina ljónið með spúlaða lókin. Tóni eins og óðinn því þjóðin vill tónin og ég þvæ mér hendur á því snerti á með lókin. Fuck það. Þeir eig ekki jack, þetta rockbar. En þeir eig ekki jack, fuck. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar á súlum. Ertu á leiðin á þjóðhátíð og finnst þér leiðilegt að tjálta? Kíktu á rentatent.is. LG Optimus G snjallsíminn er sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Ert þú búinn að skoða hann? Hann er nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG. Lífið er gott. Eldhúsið okkar opið alla daga 11:30 til 21. Glæsileg útiaðstaða við Austurvöll. Home. Austurstræti 12. Mentos tyggjó. Ekki bara eftir matinn. Naturfrisk Engifjöröl. Húsbóndahollur góstrykkur. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. I can make you mortal. Pepsi Max kynnir The Wolverine. What I am can't be undone. Don't be so sure. Is that all the men you brought? Hugh Jackman. The Wolverine kominn í bíó. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Það er réttir að hlusta hér á Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon hér í FM 95 Blö. Já. Og við verðum hér með ykkur til 6 strákarnir í Fanta Feeling. Steinst í lagi á leiðin heim og fleira. En ég ætlaði núna að leggja fyrir þið spurningu, Pési, sem ég er búinn að spyrja hérna strákarna. Já. Það reyndar ég eftir að spyrja Hjöpp og Egil. Þetta byrjaði á föstudaginn, þá var ég spurður að þessari spurningu. Semst frá hlustanda og ég er búinn að spyrja núna alla strákana. Ef þú yrðir að byrja, semst að þú væri samkynniður, ekki gagkynniður eins og ert núna, heldur myndir heillast að sama kyni, og yrðir að byrja með einhverjum í FM 95 Blö, hver væri svona líklegastur til að verða kærastiðin? Þú? Nei, okkur ég. Hvað, finnst það eitthvað skyndi? Já, sko, ég reyndar. Ég var mjög spenntur að heyra hvað þú myndir segja því að þú ert búinn að fá öll atkvæðin hingað til. Ég? Ég, Björn Bragi og Sveppi vildum allir byrja með þér. Jálfur? Já. Þú ert mjög vinsælt kærasti hér í FM 95 Blö. Af því að það var allir svo sammálið og var svo þægilegt að vera með þér. Sveppi reyndar talaði bara hérna í gær reyndar eins og hann ætlaði bara að skipa þig fyrir, sko. Þú ætti bara að vera litla tíkin hans. Ég reyndar núna þegar þú spurður þessu, sko, þá hugsaði ég fyrst hann. Sveppi? Já. En svo hugsaði ég, þú veist, það er svo típist eitthvað. Og við, þú veist, manstu þegar við vorum að ferðast þá voru ég og hann alltaf saman á herbyggi og við meira sér að töluðum þetta, sko, hvað væri næs ef við værum bara kærustupar hinum megin við lækinn, skilur við og og værum að tjálta sömu megin við lækinn að þá, sko væri það kósí og eitthvað en svo allt í einu bara horfði ég á þig núna, þegar þú spurðir fannst þú eitthvað svo fallegur í þínu eigin sjálfu þarna, gráum ból og múin að vera að lifta lóðum og ábúrslega brúnn og grjáandi allur. Þá ég sagði, einhver ekki.
Já, þannig að ég fór upp fyrir Sveppa þarna. En sko, Sveppi, veistu hvernig Sveppi talaði þetta í gær? Ég spurði hann svona, af hverju myndirðu velja Pétur? Þá sagði hann til dæmis bara ef við værum heima og eitthvað, ég myndi segja að váka mig langar ís. Þá myndi Pétur bara fór að sækja hann. Já, það myndið þú gera líka ef ég myndi segja þetta. Já, ef þið langar ís. Ég myndi sækja ís en það er. Þú gerir í rauninni hvað sem að ég vil. Þú er alltaf gert það. Já, það er alveg rétt þér. Og reynir yfirleitt, sko, þú ert svona, þú væri náttúrulega svolítið konan í sambandinu, held ég. Væri ég? Já. Þessi var helviti góður þér. Hvað mennur? Það er bara, leikur það ekki hlutarnins eðli. Já, ok. Ég er eldri og gáðari. Og þetta bera virðingu fyrir þér eldri og gáðari mann. Nei, ekki það, mér finnst ekkert verið að vera konan í sambandinu svo sem. Þannig að þetta væri í rauninni mjög, nei, þetta var engin stjættarskipting. En hérna, ég held, engin svona skipting, ég held reyndar að, já, ég stendu við þetta. Já, ok. Þá er ég komið með aðkvæð, þú veitir jánaði með það. Þá er bara ég og þú komið á blaðan. En hver væri svona, getur þú séð þig með Gils? Nei, ég held að það myndi ekki ganga svo. Nei, þið var ekki gott par á þínu mati? Nei, ég hrífst líka meira, nei. Nei, ég ætla að segja að ég hrífst meira svona mönnum sem eru dökkir yfirlitum, sko. Hann vext ekki stingandi strá á mannum. Já, hann fær ekki skegg og svona. Nei, fær ekki skegg. Hann er bara ekki þín típa. Svona ljósherðu og gljáandi einhvern veginn, það gengur ekki. Nei, þú vilt ekki hann. Hann er ekki mín típa og ekki Hjörvar heldur. Nei, þú getur ekki séð með Hjörvar. Og Hjörvar væri gáfulegri reyndar kostur heldur en Gils. Já, þú myndir freka byrja með Hjörvar heldur en Gils. Já, af því að Hjörvar er sko svona stór og stæðilegur. Já. Og hérna svona sterkur og svona, og ég vissum að hann getur tekið til hendinni og er svona nokkuð svona, skilur við, svona maður sem getur tekið til hendinni á heimilinu. Nei, reyndar ekki. Hann virkar þannig. Já, það er alveg rétt. Hann virkar þannig. Og ég vissum að þegar hann væri komin í svona gallabuxur og hlýraból og með svona smíðabelti, þá er hann djúsi maður. Já. Svona ljós yfirlitu með borvél í annari og eitthvað og það væri eitthvað. En Björn Bragi? Björn Bragi er sko... Björn Bragi er svona, nei, það gengur ekki. Nei. Hann er svona kynlaus eitthvað. Ég er að djúka. Ég veit ekki þetta, hann verður brjálaður. Hann er svona kynlaus eitthvað. Þetta var Björn, þetta var grín. Nei, hann bara mál, sko, Björn er bara þann típa, sko, ég held að við myndum, þú veist, hann er, skilur við, hann er miklu hærri, við erum svipaðir, þú veist, ekkert miklu hærri en ég. Nei. Björn er hærri en við báðir. Já, verður ekki að kenna hæðum þarna og viljið ekki byrja með Björsa. Jó. Bæði, sko, Hjöppi og Egill eru mun hærri en hann. Og meiri hjónasvipum með mér og þér. Já, við værum þetta flottið saman. Já, við erum svona, þú veist, dökkir og með svona... Sko, þú valdi mig og ég valdi þig, þannig að þetta er bara eitthvað sem við þurfum að hugsa hérna félagarnir. Þetta er komið. Ná, veitum við það. Ég er stoltur af þessu, Sari. Betri við fáum að heyra á morgun hvað Hjöppi segir og það verður ákvæðast að heyra hvað hann segir. Já. Hann á ekki eftir að velja mig. Ef hann heyrði vott af því sem ég sagði um hann. Já, ég er ekkert viss um hann að heyra það. En við tekum að þeim, fáum lagi á leiðinni heim hér eftir smástund. En hérna er eins og lagi sem Pétur ætlaði að taka í kárkíunni en það var bara ekki til. Já. Var það ekki þetta eina? Veit ekki með ykkur, kæru hlustendur, en ég fíla þetta lag alveg í tellur. Mér finnst það mjög flott. En svona, öðru í sig frá þeim með honum. Ég er ekki alveg búinn að mynda með skoðun á þessu lagið. Ekki? Nei. Fannst þetta ekki flott? Ég verði að viðkynna það, ég hef áttið að svona meðtaka þetta. Jæja. En ég læti við það og kem til með að deila þeirri skoðun með hlustendum þegar að ég er svona búinn að... Þú ert kannski búinn að svona meðtaka... Ná utanum þetta. Já, næsta miðvikudag kannski? Já, næsta miðvikudag og hlustendur geta þá kannski hlakað til og veitu hvaða álít ætli hann hafi á þessu lagi? Já, það eru glætt til að deyju spennu þarna í þjóðfélaginu. Ég er gaman að því að heyra það, hvernig Pétri finnst þetta lag. Já, akkurat. Þannig að ég verð með það allt saman næsta miðvikudag. Já, en þú kemur pottið til með að fíla næsta laga, það er að segja lagið á leiðinni heim. Ég er búinn að vera að hugsa, hvað ertu? Fá hvernig hósta? Nei, sorry. Mér sveldist á. Ekki máli, hérna, sko, í gær, þá voru við sveppið með, ég er svona að reyna að spila núna svona lög sem að, sem að eru svona einhver svona sumafílingur. Ef ég var að keyra heim núna í glampandi sól, hvaða lag myndi ég vilja heyra og hækka vel í? Já. Það er svona reglan í lagið á leiðinni heim. Já. Og í gær spilaðu við Frelsið með Nýdönsk. Og það er ekta svona að vera að keyra í sólunni eitthvað. Geng nakin húsakynnin, býð nýjan dag. Já. Mjög skemmtilegt og hrest. Og að klísju kent svona. Frelsið, já, þú veist, þetta er út allt eitthvað. Akkurat, mjög klísju kent. Jó. Svo fór ég að hugsa annar lag. Já. Sem að mér finnst rosalegt sumari og ég fíla alveg í tellur. Er það Rape Me með Nirvana?
Rape me. Það ekkert sömmur í Rape me. Mér finnst það svolítið. Nirvana eina af mínum upp á hljómsveitum. Já. Það ekkert endilega sumarlagið mitt, sko. Ok, leið mér að geta það. Það var eitt yfirbúð. Hvað? Er það með Rammstein? Nei, það ekki með Rammstein. Ef ég var að keyra núna í glampandi sól. Það með Deftones. Og þetta hérna lag myndi dett inn. Myndi ég hækka. Grillinu maður. Skella nautastek á grillið. Já. Baka kartöflu. Já. Og tróði í gríminn á sér. Glæsilegt. Skólaði niður með hljómar svo gott með Chianti Classico. Chianti. Já, Chianti Classico. Já, en það er ég til í það maður. Ég er samt vissum að ég er að fara að gera eitthvað annað. Kellaði fyrir hlustununa í dag. Og Pétur, takk kellaði fyrir daginn. Virkilega gaman að vera með þér. Sömuleiðis. Það er ekki oft sem ég vinn karaoke, þannig ég fekk glaður heim. Þú vannst karaoke. Æðislegt. En það var naumt maður. Naumt var það 5-4. Við glemdum samt einu lykilatriði. Það verður ekki jafnara. Hvað? Sem að við gerum alltaf. Nema þegar þú vinnur, þá gerum við aldrei. Hvað? Að það er að taka einn eða 2 hlustendur sko. Já, við glemdum að tjekka. Alveg rétt. Og þetta litla atriði gerir það verkum að maður fær stundum á tilfinninguna að Sigurinn hefði getað lent hvorum megin sem og hefði getað, þetta er bara spurningum að velja línu. Hann gat það er alveg rétt þér. Og þá líður manni sem tapara betur fyrir vikið. Ég veit það, ég átt að tjekka það. Gerðir ekkert til að láta mér líða betur. Mér sárnaði svolítið við það. Ég byrst afsökunar því og ég mun bæta þér upp næsta miðvikudag. Endilega tekja okkur Hjöppa á morgun. Við verðum hér frá 4 til 6. Já, eins og ég segi, á morgun. Nú hef ég aldrei hitt hann Hjöppa. Takk að hæðislega fyrir hlustununa. Hvernig er hann? Toppnáðingi. Er það? Já, Hjöppa er nettur. Er þetta fínn gaur? Já, Hjöppa er mjög gaur. Er hann svona eðlilegur? Já, hvað verður bara með okkur á morgun? Hann verður mættur 1 klukkan 4. Þú getur tjekka á sig með okkur. En er hann svona alþýðlegur að tala við? Já, mjög þægilegur. Já. Heyrumst á morgun. Í gulltappaleik Pepsi og Pepsi Max safnaði 6 gulltöppum. Draumavelunin eru ofurþund 55 tómur Samsung Smart 3D sjónvarp og 7 tómur spjaldtöla frá Samsung-setrinu. Yfir 1000 aðri vinningar í boði. Gulltappaleikur Pepsi og Pepsi Max. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Mýrarboltinn Vestlunumannahelgina á Ísafirði. Ekki bara drullusvað. Múkisson, Jónas Sig, Sníglabandið, Retro Steffson og fleiri. Glæsileg tónlistardaskrá á Ísafirði alla Vestlunumannahelgina. Nánar upplýsingar á mýrarbolti.is. Drullaðu þér vestur. Popp og nachos með heitri ostasósu. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Taktu, Barbaísinn á 150 krónur í allt sumar. 25% afslutur af Sæmax fæðubótavörum í júli. Rými fyrir 9 útliti, Sæmax, Kópavogi, Reykjanesbæ og Akureyri. Útsalan í fullum gangi. IKEA. Karamellu ís. Jójó. Epli, Laugavík og Smáralind. Epli.is. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 957. But it was 99 cents. What you know about rocking the wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Answer your mama, your mammy, I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa! The built-in onesie with the socks on them. Yo, that's $50 for a t-shirt. Limited.